hér fyrir á fundinum og förum í lið númer 8 á útsendri dagskrá sem umræða skerðingu á þjónustu við aldraða að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar flugvallavinna og til málstöku borgarfulltrúa Áslaugar María Friðriksdóttur. Forseti og borgarfulltrúar. Við ætlum að hafa hér umræðu skerðingu þjónustu við aldraða sem mikið hefur verið rætt að undanförnu og við viljum fá að vita ýmislegt. En áður en við förum í gegnum það, þá langar mig að fara aðeins í gegnum ástæður þess að við viljum ræða þetta hér. Og hún sú að borist hafa til okkar auðvitað mikil bara fjöldi óánægju skilaboða með þessa ákvörðun og ekki síður gagnrýni fagaðilega á það hvernig ákvörðunin var tekin og að ekki liggi fyrir betra mat á áhrifum hennar. Svo ég fara aðeins í gegnum það, þá þetta nú reyndar, svo ég nefni þá sérstaklega þetta málefni Eyrborgar, þar sem að þjónusta við íbúa í matsal borga hefur verið lögð niður helgar og það gerðist reyndar einnig líka við Aflagranda núna áramótin, þrátt fyrir að allir ásmenn velferðarsviðs hefðu til dæmis vilja fá frekari upplýsingar ákvörðunina, þá var gekk hún engar síður yfir og blasir þar við notendum. Borgin og borgarstjóri og fleiri hafa gefið þá skýringu að aðgerðirnar séu partur af hagræðingarferli og muni skila í Eyrborgum 6 milljónum króna í hagræðingu. Gagnrýni sem kemur frá fagaðilum sú að áhrifin muni ekki skila einu sinni þessum 6 milljónum vegna þess að álagið, störfin við að aðstoða fólk sem ekki bara getur opnað matarbakkana sjálft, né hitað matinn upp eða tekið á móti matnum. Hún hverfur að sjálfsögðu ekki, heldur lendir á fólki, bara annars staðar í þjónustunni. Þannig að ennþá verður þörfin fyrir unnar mínútur eða tíma til staðar og fyrir hana þarf að sjálfsögðu að borga. Þannig að hér sé einungis verið að færa til vandamál og engan veginn sé nægt samráð að ræða og ákvörðunin ekki tekin af neinum lausnamiðuðum hug, heldur hún bara virðist tekin svona með hraði, með bara auðvitað niðurskurðar hnífinn á lofti, eins og við vitum öll að þarf að gera, en þarna hins vegar ekki vel niður komið. Ég ætla að fara aðeins yfir þær upplýsingar sem ég hef þetta dæmi í borgum. Þar borða 70 til 80 einstaklingar helgar í matsalum. Stór hluta þeim, kannski 40 til 50, eru íbúar í Eyrborgum, en aðrir koma úr hverfinu. Þegar að lokunin kemur, þá líklegt að 25 íbúar munu þurfa að fá heimsenda mat og stærstu hluti af þeim þurfi aðstoð við nákvæmlega þetta sem ég lýsti áðan, taka á móti matnum, opna bara, hita hann upp, ganga frá og allt þetta. Og þetta tekur sinn tíma, fara inn til hvers og eins og framkvæma þetta og veita þessa aðstoð. Tekur þann tíma að það slagar hátt í þá hagræðingu sem rætt.
þá munu einnig aukast bílferðir með matinn heim til fólks sem að áður þurfti ekki því að fólki safnaði saman á einn stað og einnig því lýst yfir að miklum áhyggjum að þarna sé verið að auka á félagslega einangrun sem sé ekki ábætandi hjá þeim sem verst eru staddir og því að samskipti vana fólks sé auðvitað einn af þeim mikilvægastu þáttum sem getur tryggt að fólk geti búið lengur heima og þurfi ekki að fara á hjúkrunarheimili. Þetta er svo umræða sem að við vildum taka og við getum svo sem haldið áfram því það hefur líka komið fram að í leigusamningunum við fólki var, það gekk auðvitað að ákveðinni þjónustu þegar það gerir leigusamninga íbúðir þarna á þessum stöðum og mér finnst að borginni nú að reyna að virða það sem að fólki gengur að reyna að halda því til haga. Nú vitum við að öldruðum mun fjölga, þannig að það verður meiri ásókn í þessu þjónustu en minni. Þannig við ættum frekar að vera bætana en draga úr henni. Og svo framvegis. En ég veit að þessi umræða mun fara út í það að því að hún hófst nú hér áðan undir öðrum lið þar sem að borgarstjóri meðal annarra fór að brigsla okkur að við varum að breyta stefnu og við viljum einkavæða þessa þjónustu og það sé nú okkar stefna og hún sé nú þá verri en þeirra þjónusta sem að leggja hana þá niður. Okkar spurningar, fyrir okkur sjálfstæðismönnum skiptir engu máli hver rekur þjónustuna. Við viljum bara að fjármagni nýtist sem best. Við teljum hins vegar að ef einhverjir aðrir en borgin vilja og telja sig geta gert betur, þá eigum við að gefa þeim færi á því. Og þannig viljum við fara í það sem að má kalla einkavæðingu en er basically bara einkarekstur. Við teljum að þessi gagnrýni sem fram hefur komið á ákvörðun borgarinnar sé bara sanngjörn og heiðarleg og réttmæt og okkur finnst að meirihlutinn hafi ekki sinnt því að standa vörð velferðarmál. Okkur finnst það ekki. Okkur finnst það að vantað mjög mikið upp á það síðastliðin ár og því miður þá held ég að rakspár okkar séu að rætast með þessum ákvörðunum. Mig langar að vita hvernig þessi ákvörðun var tekin, hvaða gögn hafi legið til grundvallar hennar, hvort að meirihlutinn telji þetta ekki tilheyra grunnþjónustu við íbúa, af hverju það var ekki haft betra samráð við þá sem að nýttu þjónustuna, af hverju var ekki rætt aðrar lausnir og einhvern veginn reynt að vinna í því með fólki og af hverju er í raun og veru búið að vinna þessu þannig að það er eins og tekin hefur verið upp skærin, klippt af ykkur angi og enginn vissi hvaða áhrif það myndi hafa. Hvaða stefnu það var að fylgja. Við viljum fá skýr svör við þessu hér á þessum fundi og teljum að auðvitað borgarbúar allir bíði eftir skýringum á þessu og bara viljum hefja umræðuna þannig. Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og hv. borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, áður en umræðan hefst, þá vil ég undirstrika það sjálft að reyna að veita eins mörg svör og hægt er í henni og halda þar öllu til haga. En
Ég var svolítið undrandi samt að heyra uppleggi í ræðu borgarfulltrúans því að ég hafði skilið það þannig að þetta hafi verið ákvörðun sem hafi verið borin upp í ráðinu og studd af öllum. Þannig að allar þessar spurningar sem hefðu kannski verið eðlilegt að setja fram innan ráðsins hefur borgarfulltrúin væntanlega spurt vegna þess að þetta var algjör samstaða, ekki satt, og þegar verið að vísa til væntinga íbúa sem ég held að geti hafa verið réttmætar og að einhvað standi í þeirra leigusamningum, þá held ég að við hljótum að spurja við hvern voru þessu leigusamningur og getur borgarfulltrúin upplýst aðeins betur hvernig í þessu lá ef að þetta á að vera meginmál þess að borgin hafi svikist eitthvað undan merkjum í þessu máli. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir andsvari. Nei, ég bara, það sem ég var nú að reyna að segja var að þegar að gagnrýnin barst velferðarráði, þá runnu nú á ráðsmenn 2 grímur og þar voru menn sammála að þyrfti að kalla eftir betri gögnum. Það var ákveðið á síðasta fundi ársins en það var í sambandi við ákvörðunina í Aflagranda. Henni var hins vegar ekkert frestað, heldur tók hún gildi og henni var bara fyllt þó að við höfum ákveðnar efasemdir það og höfum enn. Þannig að sko, við þurfum bara eiginlega að fá hreint. Hver er stefna ykkar með þetta mál? Hver er hún? Af hverju var verið að ráðast í þetta? Sko, var það ekkert ígrunda betur? Ég skil það ekki. Hvað leigusamningana varðar, þá er ég hreinlega bara að vísa í íbúa sem segir þetta. Og hann segir að bara þegar íbúar til dæmis í Eyrborgum hafi gengið að sínum leigusamningum hafi það legið fyrir að þessa þjónustu væri að fá á staðnum. Og mér finnst bara almennt gott verklag að reyna að tryggja öryggi þeirra sem eru að reyna að búa sér til öruggt ævikvöld. Reyna þá allavega að standa við það út í ystu æsar en ekki láta það einhvern veginn verða fyrir barðinu á niðurskurði sem er eins illa ígrundaður og þessi virðist vera. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég veit ekki hvort að þetta skilar kannski miklu. Við förum bara betur yfir þetta í umræðinu hérna eftir en ég vil bara hnykkja því að þá ekki rétt skilið að leigusamningurinn sem vísaði til það er leigusamningur milli íbúan og Eyrar. Vegna þess að Eyr er leigusalinn á Eyrborgum og það hlýtur að vera alveg sérstök spurning hvort að borgin hafi skyldur gagnvart þeim leigusamningi ef að Eyr hefur vakið væntingar það að þarna væri afgreiddur matur helgar sem var ekki hugsun borgarinu upphafi hygg ég, enda kom þetta ekki til kasta, ekki satt, velferðarráð sem niðurskurðarmál heldur mál þar sem var verið að veita ákveðna þjónustu án fjárheimildar. Og er það ekki líka satt að það var algjör samstaða það í velferðarráði að taka þessa þjónustu þar með veita ekki fjárheimild fyrir henni. Mér finnst þetta skipta miklu máli í upphafi, sérstaklega ef málið lagt þannig upp að hér þurfi meirihlutinn að svara fyrir það af hverju gripið var til þessa niðurskurðar. Og talaði skæri og hnífa í því sambandi. Því að þarna mun hafa verið að ræða starfsemi án fjárheimildar sem algjör pólitísk samstaða var að leggja af. Og svo þegar þetta verður, erfitt mál í umræðinu og óvinsælt, að þá er komið hér upp í ræðustól og kallað eftir svörum frá meirihlutinu, hvernig meirihlutinu hafi hugsað þetta. Var þetta ekki sameiginlegt mál velferðarráðs? Hv. borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Mér finnst mjög athyglisvert að heyra borgarstjóra einhvern veginn fyrrast við að einhvern veginn
hann beri ábyrgð á þessari ákvörðun. Það er algjörlega meirihluti að bera ábyrgð á þessari ákvörðun, algjörlega, og svara fyrir hana. Að hinu, þá finnst mér líka mjög undarlegt að heyra að fara í raun og veru að gera lítið úr hlutverki borgarinnar þegar kemur að íbúðunum í Eyr. Gera lítið úr því hlutverki að þar hafi borgin einhverjum skyldum að gegna. Mér finnst þetta bara nýjar upplýsingar í málið og sýna svolítið bara ákveðna lítilsvirðingu við það öryggi sem þó íbúar að reyna að búa sér með að færa sig til, búa við þær aðstæður að þau þurfi ekki að fara á hjúkrunarheimili. Mér finnst þetta bara hreinlega sýna bara þeim íbúum sem þó hafa gert þetta, bara svona ákveðna, ég veit ekki hvað ég á að kalla, bara mjög skrítið að taka svona til orða. Auðvitað hljótu við að vilja koma til móts við þá sem reyna að bjarga sér sjálfir og í stað þess að fara inn í dýr úrræði að einhvern veginn vera heima. Þetta er stefna borgarinn, þetta er bara opinber stefna borgarinnar í mörg ár. Það er alltaf gaman að tala á tyllidögum að borgin sé nú komin inn í hitt og þetta samstarf og búin að samþykkja góðar stefnur hvað málefni aldraðra varðar. En svo þegar kemur á þessu, þá einhvern veginn ábyrgðin engin og eitthvað fara að efast skyldur. Mér finnst þetta bara mjög undarlega tekið til orða. Og það er algjörlega á ábyrgð meirihlutans að útskýra það af hverju ákvörðun er tekin svona án þess að þær upplýsingar sem að svo koma í gegnum þá aðila sem að nýta þjónustuna seinna meir upp á yfirborðið. Þetta hefði auðvitað átt að liggja fyrir áður en tillögurnar voru samþykktar. Borgarfulltrúi Ásta María Friðriksdóttir hefur lokið við að svara andsvara. Þá er andsvara. Háttvirtur borgarstjóri ætlar að gera stutt athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ítreka það er rétt að fara vel yfir þetta mál. En það sem ég vildi halda til haga í umræðinu upphafi er ef að við leggjum til grundvallar í umræðinni leigusamning, leigutaka hjá Eyrborgum, þá er hann við Eyr. Og ef að í þeim samningi segir að það er að vera helgarþjónusta, þá hlýtur það að vera leigusalans að uppfylla það, ekki satt. Þaðan koma væntingarna, vegna þess að almennt erum við ekki með helgarþjónustu og félagsmiðstöðvar. Og borgarfulltrúinn hefur ekki neitað því, enda mun það vera rétt, að allir fulltrúar allra flokka, þar á meðal borgarfulltrúinn sjálfur, stóðu að þessari ákvörðun í upphafi og studdana. Og mér finnst bara án þess að það skipti öllu máli í þessu, að þá finnst mér bara heiðarlegt og rétt að það komi fram. Og ég kann ekki við þegar í einhverju svona pólitískum leik það er verið að leggja það upp hér í þessum sal að þetta sé nú mál meirihlutans sem að meirihlutinn verði að upplýsa og svara ákveðnum spurningum þegar þetta var sameiginleg ákvörðun ráðsins alls. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að gera stutt athugasemd. Það gerir Ásta María Friðriksdóttir borgarfulltrúi stutt athugasemd. Það er nú einfaldlega svo að meirihlutinn er í mun betri samskiptum við fagfólk borgarinnar. Meirihlutinn hefur þar miklu meiri afskipti. Fagfólk borgarinnar á auðvitað að vinna því að leggja upp hvernig ákvarðanir eru teknar og vita hvað áhrif þær hafa. Þarna var það ekki. Og auðvitað í ákveðnum tilfellum treystir maður því að maður sé að fá réttar upplýsingar eða ef það er ekki, að þær séu þá í raun og veru óþarfar vegna þess að fagfólki hafi unnið sína vinnu. Ég get ekki séð að svo hafi verið í þessu máli, þess vegna fer ég fram á umræðuna. Svo finnst mér bara alveg stórkostlega athugavert við það að vilja þá ekki allavega sýna það samráð og sýna það vilja til að leysa málin með einhvers konar ráðrými til þess að þá að íbúar og fagfólk geti fundið aðrar leiðir til þess að leysa þennan vanda
ef að það er klárlega svo að einhver annar ber ábyrgð á honum fjárhagslega. Það er bara ókurteisi að gera annað. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið að gera stutta athugasemd. Þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að fá að gera þá aðeins grein fyrir þessu máli sem að varðar þá meintan niðurskurð í máltíðaþjónustu við eldri borgara á Eyrborgum og Aflagranda. Nú veit ég að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir var með mér á fundinum þar sem þetta var rætt upphaflega 15. september, þar sem það var í rauninni ákveðið samhljóða að við myndum ekki geta fjármagnað það að hafa starfsmann í Eyrborgum allar helgar eins og hafi verið gert tímabundið áður. Þessar 6 milljónir sem það kostar er eingöngu starfsmannkostnaður, það er engin matarkostnaður, en það er ekki verið að minnka á einn hátt aðgengi fólks að mat. Það er einverðingu verið að skera niður þá þessa þjónustu að það sé einhver sem þjónustar aðila við matinn. Það er í rauninni ekki lögbundin grunnþjónusta að þjónusta fólk í þjónustu íbúðum með mat. Hafi Eyr lofað því í samningum við sína íbúa, þá er það bara vel og fínt að sú þjónusta sé í boði fyrir þá sem það kjósa. Það munu vera einhverjir þar sem vilja það og það er bara fínt. En ef við förum aðeins yfir þetta, þá liggur málið þannig að þetta sem sagt kemur inn í ráðið 15. september sem tilkynning til okkar að þarna muni þessi þjónusta falla niður nema við finnum 6 milljónir króna og ráðstöfum því á næsta ári í þetta. Þetta er engin niðurskurðar aðgerð. Þetta var einungis tímabundið og ekki einu sinni heimild fyrir þessu í fjárhagsáætlun sviðsins. Og þeir sem í velferðarráði sátu þarna töldu mikilvægt að þarna yrði jafnræðis gætt meðal allra borgara í Reykjavík. Við rekum 17 félagsmiðstöðvar og þar er opið alla daga, þar er fjölbreytt félagsstarf, þar er boðinn hádegisverður sem er opinn öllum. Og ef við ætluðum að opna helgar í öllum þessum félagsmiðstöðvum, þá kostaði það okkur 100 milljónir króna. Og eins og fjárhagsstaða borgarinnar er akkurat núna, þá þótti okkur ekki líklegt að við myndum forgangsraða fyrir þjónustu akkurat eins og er. Velferðarsvið rekur auðvitað líka þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara eins og Eyr gerir líka og fleiri aðilar í borginni. Og í borginni eru samtals 500 íbúðir og það er langt frá því að þar sé verst setta fólk borgarinnar. Það er bara alls konar fólk eins og eldra fólk er. Fólk sem býr í þjónustuíbúðum á að fá þar sömu þjónustu og það fær ef það býr annars staðar. Sem sagt, því býðst að fá heimsendan mat ef það vill alla daga ársins. Því býðst að fara á Vitatorg alla daga ársins og borða þar. Eða því býðst að sækja félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar sem eru 17 talsins og borða þar á virkum dögum. Nú er það svo að í Eyrborgum þá hafa íbúar nýtt sér máltíðaþjónustu í félagsmiðstöðinni og nú hefur verið stofnaður svona samstarfshópur þar sem að í sitja starfsmenn Eyrar og starfsmenn velferðarsviðs og íbúar þar til þess að reyna að finna lausn á því hvar þeir sem að vilja borða þar og borða saman og vilja fá einhverja aðstoð hvernig því verður fyrir komið. Það er auðvitað ýmislegt sem er mögulegt og ég vona að í þessum viðræðuhóp eða samræðuhóp þá bara muni finnast lausn sem allir aðilar geta
unnið sáttir við. Þar þó bara verið að tala þá sem búa í Eyrborgum og það mikilvægt. Því áður vorum við með opið líka að hluta fyrir þá sem búa í Grafarvogi. Þannig að það líka mikilvægt að minna það. Þjónustan sem í boði í Eyrborgum Eyr að veita þá þjónustu á grundvelli samnings við Reykjavíkurborg það. Eyr sem sagt veitir þá hjúkrunarþjónustu og félagslegu heimilisþjónustu sem að íbúar þar þurfa og velferðarsviðið síðan greiði fyrir það samkvæmt samningi. Og mér finnst mikilvægt eins og borgarstjóri kom inn á áðan að taka það fram að í þeim samningi ekki kveðið á neina máltíðaþjónustu sem að Reykjavíkurborg ber skylda á að veita. Þannig að Reykjavíkurborg allan hátt að standa við sína samninga þessa þjónustu á þessum stað. Varðandi aflagranda þá var okkur tilkynnt það í desember að þar hefði verið opið á laugardögum og það var í rauninni ekki eitthvað sem að ég vissi og fastir held ég í ráðinu og ég veit ekki eins og alveg hvers vegna það var. En einhver hluta vegna það hefði verið ákveðið á einhverjum tímapunkti að hafa þar opið í laugardagshádegi og okkur tilkynnt að það yrði ekki lengur þar sem fjármagn væri ekki fyrir þeirri þjónustu. Í því sambandi það bókaði velferðarráð þar sem að við óskuðum eftir, sendum inn óskuðum eftir heildaryfirliti yfir allt opið félagsstarf sem velferðarsvið rekur. Við höfum óskað eftir upplýsingum staðsetningu, allt tómstundaframboð, starfsmannahald og kostnað á hverjum stað. Við viljum fá heildaryfirliti yfir matarþjónustu sem velferðarsvið heldur úti og við viljum fá upplýsingar staðsetningu notenda, starfsmannahald og kostnað á hverja einingu. Þetta til þess að við getum bara gert okkur betur grein fyrir nákvæmlega hvað eru margir á hverjum stað og við bara séum betur upplýst í ráðinu það hvernig þessari þjónustu háttað og hvar hugsanlega, bara þannig við vitum nákvæmlega hvaða ákvarðanir að vera að taka á hverjum tíma. Ráðið óskaði líka eftir því að fá kynningu á fagúttekt sem var gerð á síðasta kjörtímabili og tölum það að ræða þetta á sameiginlegum fundi velferðarráðs og öldungaráðs sem verður haldinn í febrúar, sem ég held að sé bara alveg kjörið. Þannig að þetta var svona kannski það helsta. Hvernig var þessi ákvörðun tekin, spyr Áslaug. Það var bara á þessum velferðarráðsfundum þar sem þetta var kynnt okkur og þú tókst borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir tók þessa ákvörðun með okkur. Það voru engin mótatkvæði og engin sem bókaði neitt þetta. Í desember var hins vegar var þetta ekki borið undir atkvæði þar sem þetta kom bara inn sem tilkynning frá starfsmönnum sviðsins. Þau gögn sem að lágu til grundvallar voru þá bara þau gögn sem að við fengum inn á fundina. Meirihlutinn hefur ekki komið að því að taka þessar ákvarðanir frekar en aðra. Þetta lítur sviðið á sem rekstrarlega ákvörðun og það má svo bara debattera það hvort fólki finnst það rétt eða ekki. Ég get svo sem alveg tekið undir það. Mér hefði fundist mega vera meira samráð við íbúa Eyr miðað við það sem að komið hefur fram í fjölmiðlum. Þá hefði það mátt vera meira. En það segi ég þó með þeim fyrirvara. Ég svo sem ekkert kynnt mér nákvæmlega hve mikið samráðið var eða á hvaða formi. Ég veit að þetta var ákveðið í september á velferðarráði og átti að koma til framkvæmda 1. janúar. Þannig að það var nægur tími til þess að ræða þessi mál og finna hentuga lausn. Og að mörgu leyti ákveðin vonbrigði að það hefði ekki tekist á þeim tíma. En mér finnst bara mikilvægt að við vöndum okkur það núna og reynum að finna lausn sem allir geta unnið við sáttir. En það er þá mikilvægt að halda því til haga. Það er ekki verið að svipta neitt
máltíðaþjónustu. Það geta allir fengið mat frá Reykjavíkurborg þar sem þeir eru staddir og að Reykjavíkurborg er ekki að svíkja neina samninga eða samþykktir sem hún hefur gert. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Ásta María Friðriksdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla nú bara að lýsa yfir furðu minni á því sem að hér hefur verið sagt. Því að þó að lagt sér fyrir minnisblað á fundi, þá þýðir það ekki að fólk hafi samþykkt það. Það er ekki hægt að túlka það þannig. Það er ansi langt seilst í rangtúlkun, verði ég að segja. Og það að fyrir sig ábyrgð að því að þetta sé rekstrarákvörðun embættismanna finnst mér líka svo lélegt að ég hef nú bara ekki heyrt hana eins. Maður að sjálfsögðu gerir ráð fyrir því að fagfólk hjá Reykjavík viti hvað er að tala, en það hefur það oftast. Já, það lá fyrir að það var ekki til fjármagn. Það var kynnt. Það lá fyrir. En það er engan veginn það sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykktu. Við samþykktum ekki þessa fjárhagsáætlun, ekki gjaldskrána, við lásum þetta minnisblað, við bókuðum ekki þá. Það þýðir ekki samþykki og ég vil að það sé algjörlega leiðrétt í þessari umræðu. Annars finnst mér sko bara helber rangtúlkun. Borgarfulltrúi Ásta María Friðriksdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svara borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú er það svo að maður má ekki greina frá umræðum á lokuðum ráðsfundum, þannig að ég ætla ekki að gera það, en þetta var rætt eins og sjáum á 10. lið 270. fundargerðar velferðarsviðs og það var gerð grein fyrir málinu og það var enginn sem gerði við þær athugasemdir samkvæmt fundargerð, þannig að það getum við þó allavega verið öll sammála um. Og þannig stendur það, þetta snýst svo sem ekki endilega um það. Þetta snýst bara að finna lausn á málinu, þannig að fólk sem býr á Eyr í þjónustuíbúð sem sátt við það að borða sinn mat einhvers staðar þar sem við getum fallist á að það sé viðeigandi aðstæður og þau geta hugsað sér að borða. Það gerist vonandi á staðnum. Það finnst mér allavega vera aðalmálið. Við tókum ekki þessa ákvörðun í meirihlutanum. Þetta er rekstrarákvörðun og ég er ekkert að firra mér neinni ábyrgð á því. Það er bara alveg sjálfsagt að við berum ábyrgð á því eins og allir aðrir í velferð gerir ráð fyrir. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Ásta María Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég held að þetta sé nokkurn veginn lélegasta umræða sem ég hef lent í þessum sal. En það er rétt, ég tek undir með borgarfulltrúa Heiðu Björgu Hilmisdóttur. Við skulum, þetta skiptir ekki öllu máli. Hins vegar er bara rétt skal vera rétt. Þetta er ekki samþykkt af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins né nokkrum öðrum fulltrúum á þessum fundi. Hins vegar ber meirihlutinn fulla ábyrgð, verandi meirihluti, verandi sá sem er að stjórna ákvörðunum og ákveða hvað fer inn í fjárhagsáætlun og hvað ekki. Það er hans ábyrgð. Það er frálegt að halda öðru fram og það er til þess að drepa málinu á dreif. En já, við skulum fara að ræða þau atriði sem að skipta máli og það er þá, eins og mér heyrist, að borgarfulltrúar meirihlutans, þeim finnst sjálfsagt að gera þetta og þetta sé sérst núna í höndunum á starfsmönnum Eyrar en líti ekki á að þeir eigi að gera neitt til að leysa þennan vanda. Borgarfulltrúi Ásta María Friðriksdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svarar borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir andsvari öðru sinni.
Kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er þannig að það er starfsmaður velferðarsviðs í vinnuhóp með íbúum á Eir og starfsmönnum á Eir í því að finna lausn á þessu máli. Og ég held að væri ágætt að við hér myndum bara treysta þeim til þess að finna lausn á því máli og sú lausn komi þá vonandi til okkar. Það er þannig að við berum ekki meiri ábyrgð á þjónusta íbúa á Eir í þjónustuíbúð heldur en íbúa í öðrum þjónustuíbúðum sem að við ekki rekum. Það eru fleiri þjónustuíbúðir og það verður þá áhugavert að sjá hvort að við eigum að fara að þjónusta þær allar og hvaðan við eigum að fá þá peninga. Þetta er ekki spurning um að þarna sé fólk sem að við höfum lofað einhverju þjónustu allar helgar. Það er ekki þannig. Við höfum ekki lofað því að þarna verði þjónustu allar helgar. Við höfum gert samning við Eir rekstur þjónustu íbúða og í þeim samningi kemur hvergi fram að það verði máltíðaþjónustu helgar á vegum Reykjavíkurborgar. Mér finnst bara mjög mikilvægt að það komi alveg skýrt fram. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvarum lokið. Nema borgarfulltrúin verið að gera stutta athugasemd. Já, borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir gerir stutta athugasemd. Já, ég skal fallast á það að það er ekki endilega einhver lögbundin loforð sem búið að skrifa undir þarna. En ég hélt nú samt að borgin og meirihlutinn væri tilbúin í það að fara að ræða ykkur á lausnir og taka til greina þá gagnrýni sem hefur komið á þessa misvitru ákvörðun sem fór í gegnum fjárhagsáætlun og eru á ábyrgð meirihlutans. Það að hvort við hefum ekki bara treysta starfshópi og starfsmönnum og ég held ekki vegna þess að hvað kom okkur í opna skjöldu með aflagrandann? Það var það að við höfum fengið rangar upplýsingar. Við höfum fengið rangar upplýsingar og það var þess vegna sem velferðarráð stóð saman að þeirri bókun sem að lesin var upp hérna áðan. Ég minni á það og ég held að hún kom fram vegna þess að við sjálfstæðismenn lögðum til að málið yrði skoðað. Það var vegna þess og ég fagna því að aðrir tóku undir. En það var sem sagt ekki hægt að treysta því sem fram hafði komið. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið að gera stutta athugasemd og þá mun Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir að reyna að greina frá því sem fram fór á fundi velferðarráðs. Þannig ég ætla bara að segja það að þessi bókun sem ég las hluti af upp úr áðan var að meginatriði gerð af borgarfulltrúa Elínu Oddnýju sem er varaformaður velferðarráðs og hafði undirbúið þessa fyrirspurn í þó nokkuð tíma. Sem er bara fínt. Svo langar mér líka aðeins að fá að segja frá því að ég held að það sé mikilvægt að við ræðum þessi mál að yfirvegun og við ræðum þessi mál aftur á borgarfundarfundi með öldungaráði. Þar getum við líka rætt svolítið vítt og breytt þjónustu Reykjavíkurborgar við eldra fólk. Við erum að standa fyrir alls konar þjónustu, við erum að þjónusta mörg þúsund manns hér í borginni og svo þjónusta gengur vel og hún hefur ekki verið skorin niður á síðasta ári. Við erum að velta ætlum við sem ekki að velta rétt tæplega 4 milljörðum sem fara í þjónustu við eldri borgara á hverju ári. Þannig að skulum bara ræðum þetta í svolítið stærra samhengi næst. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið að gera stutta athugasemd og þá er andsvörum lokið og Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, er næstur á mælendaskrá. Frú forseti, því að við erum hér að ræða þetta mál og hvernig það kom inn til okkar sem sitjum í velferðarráði, þá sé ágætt að renna hér yfir það minnisblað sem var lagt fyrir þann fund. Það er ekki langt, ég ætla með leyfi forseti að hefja lestur. Í greinargerð segir: Við undirbúningu og opnun nýrrar félagsmiðstöðvar í Borgum, Spöng var miðað við að rekstur matsals yrði með svipuðum hætti og sama þjónustustigi og annars staðar í borginni.
Það er að starfrækt væri móttöku eldhús og matur kæmi frá Vítatorgi alla virka daga en að íbúar gætu fengið heimsendan mat helgar. Íbúar í Eyrborgum sem nýtt höfðu matarþjónustu frá hjúkrunarheimilinu Eyr tímabundi þar til þjónustu og félagsmiðstöð yrðu opnuð, sendu sviðsstjóra velferðarsviði undirskriftalista þar sem þau lögðu áherslu á að matur væri framreiddur áfram helgar. Skrifstofustjóra þjónustu Heim og framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðva Grafarvogs og Kjalarness var falið að vinna að því að sama þjónustustigi væri viðhaldið, það er matur framreiddur 7 daga vikunar. Því hafa íbúar í öryggisíbúðum Eyrborga og aðrir Grafarvogsbúar frá opnun borga fengið þar framreiddan mat frá eldhúsinu á Vítatorgi alla daga vikunar. 2 starfsmenn í móttökueldhúsi sem eru í alls 200% starfshlutfalli hafa séð að bera á borð alla daga vikunar. Auk þess er 50% starfshlutfall áætlað í þrif í virkum dögum. Kostnaður vegna helgarþjónustunnar er 6 milljónir króna á ári en 2 starfsmenn starfa í 4 tíma í senn báða dagana. Eins er kostnaður vegna auka þrifa vegna þessa og álagsgreiðslur vegna opnunar helgar. Hér er ekki reiknað með kostnaður vegna niðurgreiðslu á matarskömmtum því líklegt er að sama fólki myndi panta heimsendan mat. Ekki var tryggt fjármagn fyrir þeim aukakostnaði sem helgaropnun hafði í för með sér 6 milljónir árið 2015 né gera fjárveitingar fyrir árið 2016 ráð fyrir þessum kostnaði. Eingöngu er boðið upp á matarþjónustu helgar á Vítatorgi en á öðrum félagsmiðstöðum er einungis boðið upp á matarþjónustu á virkum dögum 5 daga vikunar. Alla daga vikunar er boðið upp á heimsendan mat frá Vítatorgi. Í ljósi þess að ekki er til staðar fjármagn til að veita þjónustuna alla daga vikunar verður frá 1. janúar 2016 matarþjónustu einungis veitt á virkum dögum í félagsmiðstöðinni Borgum Spöng. Tilvitnun lýkur. Þannig hér höfum við minnisblað sem var lagt fyrir ráðið miðjan september. Á fundinu fór fram ágætt umræða þar sem við tókum flest til máls en það borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir getur ekki horft fram hjá því að hún lagði enga fyrirspurn fram, enga bókun, ekkert sem gaf til kynna að hún væri mótfallin þessari boðuðu breytingu á þjónustunni 1. janúar 2016. Það er ekkert sem kemur fram í fundargerðum velferðarráðs þennan dag eða fram á jólum sem gefur til kynna að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir sé ósátt með þessa breytingu. Það þarf að koma fram. Hér eins og hefur komið fram í umræðinu ekki nógu skýrt er staðreyndin sú að í Reykjavík eru reknar 17 félagsmiðstöðvar og þessi þjónusta fyrir utan Vítatorg þar sem framleiðslu eldhúsið okkar var þetta eini staðurinn þar sem þjónusta var áfram helgar. Þannig að hér var bara verið að taka ákvörðun ekki síður til að gæta jafnræðis milli hverfa, milli félagsmiðstöðva og þeirra þjónustu sem borgin veitir. Í ofanlag voru bara ekki fjárheimildir fyrir þessum peningum eða þessum útgjöldum. Hér var talað að leigusamningar eiga að standa og að borgin eigi að virða þá. Það er auðvitað leigusalinn í þessu tilviki Eyr sem á að svara fyrir þetta. Getur þó að umræðan hafi verið algjörlega á kostnað af borgarinnar. En hvernig getur borgin eða öllu heldur meirihlutin verið vondi gæinn þegar staðan er þessi? Að ef Eyr, sem er samstarfsaðili borgarinnar en sjálfstæður aðili, lofar með þessum hætti upp í ermina á borgin eigi að framkvæma einhverja þjónustu, það getur ekki verið að aðalordi bæ geti skuldbundi borgina með þessum hætti. Við hljótum öll að vera sammála um það. Og að meirihlutin sé ekki að standa sig í velferðarmálum eru ansi stór orð, en þau falla nú gjarnan í þessum sal. Eins og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir kom inn á þá eru hundruðir milljóna, 4 milljarðar sem fara í þjónustu sem snýra eldra fólki í Reykjavík. Þar á meðal höldum við úti akstursþjónustu, dagvist, matur er sendur heim til fólks. Við erum með þjónustuíbúðir á 6 stöðum, heimaþjónustu, öflugt félagsstarf í 17 félagsmiðstöðum eins og áður hefur komið fram. Þar á meðal Borgum sem var opnuð fyrir 1,5 ári, árið 2014. Þannig að ef
borgin væri með allt niður sig og stæðist illa í málaflokknum, þá hefur vantilega ekki verið að reisa þá fínu félagsmiðstöð sem þar opnaði, eins og segi, árið 2014. Og það upplifun þessa hóps, þessara þjónustuþega að borgin sé ekki að standa sig. Það kannast ég ekki við. Þjónustukannanir hafa einmitt sýnt fram á hið gagnstæða og nægir líka að líta til þess hvað málaflokkurinn fær af fjármunum borgarinnar. Það var ýmsir gagnrýnt þessa þjónustubreytingu. Það ansi margt fyrir sagt. Eftir að umræðan fór á flug og hugtökum og þjónustu verið ruglað saman. Þar hafa fulltrúar minnihlutans tekið þátt í að bara kynda undir þeirri óánægju báli, skapa óöryggi og óvissu hjá þessum hópi fólks sem nýtur þessa þjónustu, sem fullkomlega óábyrgt, þegar að nákvæmlega sést þegar fundargerðir velferðar eru skoðaðar að þar ekki að sjá að fulltrúar minnihlutans hafi haft einhverjar miklar áhyggjur af hvað væri að fara að gerast hér áramótin. Margir hafa verið ansi gífuryrtir í fjölmiðlum og netinu og annars staðar. Fólk verður að vera ábyrgt orða sinna. Oddviti Sjálfstæðisflokksins talaði helgina að vera að taka matinn af gamla fólkinu. Það sem hann bauð upp á bara populisma. Og í því samhengi verðum við að hafa í huga að þetta þjónusta sem einungis veitt á einum stað í borginni, á Lindagötu, við félagsmiðstöðinni Vitatorgi, þar sem maturinn framleiddur. Ef horft til nágrannasveitarfélaga, þá staðan nákvæmlega svo sama. Þar ekki verið að veita þessa þjónustu helgar. Og nægir að líta til nágranna okkar í Kópavogi, þar sem eldri borgarar geta fá þessi þjónusta veitt á 3 stöðum, heimsendur matur sömuleiðis, en ekki helgar. Þar einungis hægt að fá heimsendan mat. Þar kostar maturinn 1.000 krónur eða rúmar 1.000 krónur þegar fólk mætir í matsal á virkum dögum en 1.360 í heimsendingu. Ef við berum það saman við hvað maturinn kostar hér, 680 krónur í félagsmiðstöðum og 880 krónur í heimsendingu. Þannig að það munur ansi miklu á hvað eldra fólk í Reykjavík og Kópavogi að borga fyrir matinn. Og þetta eins ef við skoðum stöðunni í Hafnarfirði, þar sem 2 staðir eru opnir á virkum dögum og síðan matur sendur heim helgar. Þar kostar maturinn 704 krónur á staðnum og 1.040 í heimsendingu. Þannig þetta raun og veru eins og staðan með þessa þjónustu og umræðan farið ansi víða og langt í frá verið sanngjörn, verið ljót og einungis skapað raun og veru óvissu. Ég þekki það bara vel þar sem amma konunnar minnar býr í Eyrborgum og þetta tal og þessi málatilbúnaður hefur ekki gert gott, ekki gert vel við þetta fólk. Ég fari hér í stuttu máli yfir þá þjónustu sem í svona stikla á stóru yfir þá þjónustu sem borgin að veita. Eins og áður hefur komið fram í umræðunni þá unnið að lausn með fulltrúum íbúa, með fulltrúum frá með fulltrúum frá borginni og við skulum bara gefa okkur það að það vinnist þar farsæl lausn. Ég veit að fulltrúar Eyrar hafa áhuga á því, mikinn áhuga á því að góð lausn náist í málið og ég ber
fullt traust til starfsfólks velferðarsviðs og sviðsstjórans í Grafarvogi til að leysa úr því máli, en hér skiptir mestu máli að það verið að þjónusta þennan hóp. Það enginn að svelta, matur stendur öllum til boða í Grafarvogi líkt og í öðrum hverfum þar sem matur sendur heim helgar en í félagsmiðstöðum á virkum dögum. Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar, það alltaf sami söngurinn úr sama horninu. Umræðan ljót og við fulltrúar minnihlutans göngum borgina og æsum fólk upp gegn meirihlutanum í borginni sem gerir aldrei neitt rangt. Þarf aldrei að líta tilbaka og hugsa nýja lausnir eða endurskoða eitthvað þær ákvarðanir sem þau hafa tekið. Þetta alveg ótrúlegt að hlusta á þetta og orðið dálítið þreytt, verð ég að segja. Nú það einfaldlega svo að þegar þetta mál lagt fyrir velferðarráð á sínum tíma, þá lögð fram greinargerð til kynningar. Eins og bara svo oft gert, án umræðu, án atkvæðagreiðslu, það enginn að samþykkja hana. Hins vegar útfærslan samþykkt, útfærslan á þessu samþykkt í fjárhagsáætlun og þar ber meirihlutinn fulla ábyrgð á þessu máli, fulla ábyrgð. Þannig að það með ólíkindum að þið skirrist hér við að bera þá ábyrgð sem ykkur ber. Það með ólíkindum og það ókurteisi að tala eins og þið talið. Það getur vel verið að íbúinn sem tjáð sig hefur leigusamningana, honum finnist að borgin eigi að bera meiri ábyrgð og gerir jafnvel ekki greinarmun á því hver á að bera kostnaðinn við þá þjónustu sem átti að vera í Eyrborgum en nú ekki lengur þar, en hann taldi sig ganga að á sínum tíma. Það getur vel verið að það sé ekki rétt lagalega. Hins vegar finnst mér, eins og ég sagði áðan, fullkomlega mikil ástæða til þess að borgin sýni sveigjanleika, svigrúm og samráð og gefi þann tíma sem nauðsynlegur til þess að koma þá fram með nýjar lausnir, séu þar til. Vilji fólk ekki skerða þjónustuna eins og verið að gera í dag. Það þá bara mjög eðlilegt. Varðandi þau stóru orð, þau nú bara því miður sönn að meirihlutinn í borginni hafi ekki staðið vörð velferðarþjónustuna. Það því miður þannig. Það hægt að telja upp hundruð milljóna króna sóun á síðustu árum vegna rangrar forgangsröðunar. Það sem illa farið með fé. Það löngu búið að sýna fram á það. Meira segja hafa borgarfulltrúar, til dæmis fyrrverandi borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir, hreinlega viðurkennt það að það var rétt og það rétt að þessi orð stór og þau sönn. Þannig að þið skuli bara bera ábyrgð á því sem að ykkur snýr og sem ykkar mál og það fáránlegt að heyra þessar ræður. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson andsvari. Frú forseti, borgarfulltrúi fór hér yfir, gerði athugasemdir við það raunur hvernig málið var afgreitt í velferðarráði, en fyrst að þetta var svona ljótt og vont mál og var borgarfulltrúum svona augljóst, af hverju heyrðust engar viðvaranir úr því horni?
hvar og hvenær komu þær þá fram. Kortir í áramót þegar að ljóst var að breytingin taki gildi. Og þá ég bæði að vísa til þess í opinberri umræðu eða hvað má finna í fundargerðum velferðarráðs. Bara full ástæða til að tala það að með þau orð og hvernig minnihlutin hefur tjáð sig málið á undanförnu, það er bara verið að slá einhverjar pólitískar keilur. Það er ekki verið þetta er ekki gert með hag fólksins í huga með því að skapa þessa óvissu, og telur borgarfulltrúinn rétt að tala að verið sé að taka matinn af gamla fólkinu? Er það bara fullyrt eins og alla eldri borgari Reykjavík að það eigi við? Það sé verið að taka matinn af gamla fólkinu. Og ég ítreka það að í þessu tiltekna máli upp í Grafarvogi verið að vinna lausn. Og við skulum ekki gera lítið úr því. Borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson hefur lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Mig langar að fara aðeins yfir það sem að mér finnst eðlileg málsmeðferð. Það þegar koma tillögur breytingar á þjónustu. Það eru lagðar fram eins og margoft gert og margoft hefur verið gert. Mér finnst eðlileg málsmeðferð að þessar tillögur fari út í feltið í eitthvað samráðsferli, og mér finnst mjög eðlilegt að þegar gagnrýnin á þær tillögur kemur upp, að þá sé til svigrúm til að hlusta á þá gagnrýni, endurmeta hvort ákvörðunin var rétt eða ekki. Það er það sem mér finnst. Mér finnst það bara vanta inn í alla ykkar málsmeðferð. Mér finnst það bara algjörlega vanta. Mér finnst þið meiri segja gera lítið úr þörfinni til þess að hafa samráðið, þó að það hafi nú verið lúin tugga margra pólitískra fulltrúa í meirihlutanum árabil. Samráð og aftur samráð. Ég veit ekki hversu oft maður sá það skrifað í plögg, bókanir, tillögur, alls kyns útgefin skjöl. Hvar er nú öll undirstaðan? Spyr ég, og borgarbúar allir. Ég veit ekki hvað þú ert að tala þegar þú ert að vísa því til mín að hvort mér finnst rétt að hægt sé að túlka þannig að verið sé að taka matinn af gamla fólki. Ég bara veit ekki hvað þú tala Við erum að tala skerta þjónustu í matsal. Auðvitað veit allir að fólk getur fengið sent matinn heim. Það er engin, við erum ekki það miklir lúðablesar og vond, eins og sumir virðast halda, að vera að hræra í allri umræðu og blása hér upp öll mál þannig að borgarbúar fara að æsa sig yfir öllu því góða sem þið eru að gera. Nei, það er ekki þannig. Þannig að takið þessu nú bara vel, endurskoðið þessa ákvörðun og verið ekki svona sár. Þó fólk bara, það í hreinskilni er að segja frá að ákvörðunin sem þið tókuð var bara vanmetin og röng. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Og þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson. Frú forseti, það sem ég var að vísa í þarna varðandi verið að taka matinn af eldra fólki er þessu ummæli. Með leyfi forseta, það er verið að taka matinn af eldri borgurum helgar. Reksturinn í borginni er í mjög vondum málum og hefur verið frá 2010 og var reyndar lengst af á R-listatímabilinu líka. Tilvitnun lýkur. Þetta er bein orð í oddvita þinn borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Þannig það er það sem ég var að vísa í. Að taka matinn af eldri borgurum í Reykjavík.
ótrúlega ósmekkleg og þið getið flissað eins og einhver listir og sýnir einhverju bara hvað þið eru óforskömmuð í málflutningi ykkar. Allt til að skapa svona glundröða ástand og af því að þið haldið að það muni nýtast ykkur á einhverjum tímapunkti, en það verður þetta að vera það vinnulag sem þið þá berið ábyrgð á og ykkar ákvörðun. Já, ég veit ekki hvort það sé eitthvað mikið að bæta við þetta. Það er rétt það sem kom fram í umræðunum áðan að á síðasta fundi fyrir jól þá kölluðum við eftir almennum upplýsingum og tölum varðandi meðal annars þjónustuna við þennan þjónustuhóp sem veitt í félagsmiðstöðunum og annað, fjölda notenda og annað. Þannig að sú vinna í gangi sem borgarfulltrúan að tala og kalla eftir. Þessu kom líka fram áðan, við stóðum öll sameiginlega þeirri afgreiðslu í ráðinu. Þannig að og ég veit að unnið á sviðinu að taka þessi gögn saman. Þannig að við held að vera gagnaði að bíða eftir þeirri úrvinnslan og halda svo áfram að veita góða þjónustu í Reykjavík. Borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og forseti minni borgarfulltrúi á að ávarpa hvern annan með fullu nafni og starfstitli. Þá er andsvörum lokið og Halldór Halldórsson borgarfulltrúi kemur næstur í pontu. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Aðeins svona áður með að fyrir efnislega þetta mál að held ég að myndi spara alveg mjög mikinn tíma hér á borgarstjórnarfundum ef við í minnihlutanum pössum okkur á því að samþykkja bara ekki neitt sem að meirihlutin leggur fram, því að leið og við höfum leyft okkur, já, jafnvel þó að séu lokaðir fundir og gæti verið að Áslaug María Friðriksdóttir hafi óvart kinkað kolli á lokuðum fundi í velferðarráði. Leið og það hefur gerst, þá berum við orðið ábyrgð á málaflokknum og ákvarðanatökunni, ekki meirihlutin. En ég ætla að vara mitt fólk í Sjálfstæðisflokknum við því að vera mikið að kinka kolli á fundum eða vera með einhverja slíka kæki hugsanlega. Því að það er bara alveg sama hvaða mál kemur hér upp í borgarstjórn, sama hvort að það eru fjármál borgarinnar eða einhvað annað, þá á minnihlutin alltaf að bera alla ábyrgð á því. Það er búið að vera skeytasendingarnar á milli, einhvern veginn svona, ekki að það sé aðalatriði þessarar umræðu, en reyndar var þetta á lokuðum fundi velferðarráðs, þannig ég get ekki tjáð mig það, en og svo komumst við ekkert inn en efnislega umræðu. Það er meirihluti í borgarstjórn og það er minnihluti í borgarstjórn og það er bara töluvert síðan að það komi upp, allan að þessi umræða dúkka upp hvað mig varðaði löngu fyrir jól. Og ég var hreinlega beðin það að koma upp í Eyrborgir. Og ég man það að ég hringdi úr Eyrborgum á fundi þar með bæði aðstandandum eldri borgara þar og fólkinu sjálfu. Ég hringdi í borgarfulltrúa Áslaugu Maríu Friðriksdóttur af því að hún var í velferðarráði til að bara fá upplýsingar hvað væri að gerast. Og ég fekk engar upplýsingar frá henni það að hún bæri ábyrgð á þessu og hefði samþykkt þetta allt saman. Heldur að þetta mál væri í skoðun. En nú er búið að taka, svo ég vitni í borgarfulltrúa Magnús Má, nú er búið að taka matinn af gamla fólkinu helgar. Það er að segja í því formi, þó að það er ekki verið nákvæmlega útlistað á Facebook síðu minni sem að borgarfulltrúin vitnaði í hér áðan. Það er búið að taka matinn af helgar í því formi sem að fólk var að fá og hafði gengið að. Þannig eðlilega er fólki brugðið, bæði aðstandendum og þeim sem að hafa treyst á þessa þjónustu sem að nú hefur verið felld niður í því formi sem hún var.
Ég langar svona bara til að velta fyrir mig bara svona efnislega í þessar umræðu því að það ætti náttúrulega að vera aðalatrið þessar umræðu en ekki hvort að borgarfulltrúi Áslaugu María Friðriksdóttir hafi kinkað kolli á lokuðum fundi í velferðarráði. Aðalatrið er hvernig verður þessi þjónusta í framtíðinni? Hvernig viljum við sjá þessa þjónusta í framtíðinni? Vegna erfiðra stöðu í rekstri borgarinnar, hversu mikið þarf að skera niður í þessari þjónustu í framtíðinni? Hvernig getum við bætt samráð við aldraða? Af því að þetta virtist vera svona, allan að þegar það er haft samband við mig, þá virtist þetta vera svona bara sjokk og fólk væri bara vissi ekki af þessu, hvorki aðstandendur né aldraði sjálfur. Þetta er svo efnislega umræða sem við ættum að vera að taka hér. Hvað er framundan í þessu máli? Jú, væntanlega það að það er búið að fella þessa þjónustu niður í Eyrborgum og á Aflagranda. Og hvað svo? Hvernig viljum við sjá þetta þróast? Þetta er svo efnislega umræða sem ég vilja heyra hér miklu meira af hálfu þess ágæta fólks sem er í velferðarráði. En ég veit kannski ekki lengja þessu umræðu mjög mikið, en ég kom í rauninni bara upp hérna vegna þess að mér fannst þetta alveg með ólíkindum að fylgjast hérna með þessum skeytasendingum. Það sem að borgarfulltrúin Áslaugu María Friðriksdóttir þurfti bara að í rauninni vera að verja það eins og hún hefði verið að taka einhverja ákvörðun hér að taka heitan mat af öldruðu fólki helgar. Getum við komist í efnislega umræðu einhvern tímann í þessu málum? Ég ítreka enn og aftur, ég er bara mjög hugsi yfir því að bara þora að hafa jafnvel skoðun á einhverju stefnumótun sem að meirihlutinn leggur fram. Því að henni er alltaf snúið upp á okkur. Því er alltaf snúið upp á okkur í minnihlutunum. Já, þarna á þessum tímapunkti þá voru þið nú ekkert mjög hugsi yfir því að þetta yrði samþykkt. Og efnislega umræðan lætur á sig standa þegar við erum alltaf í þessu pílukasti. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá er Trausti Harðarson borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, það byrja á því að taka undir með Áslaugu Friðriksdóttir, borgarfulltrúi Áslaugu Friðriksdóttir. Mér fannst hún færa bara nokkuð góð rök með máli sínu hér og koma með góðar staðreyndir fram, eins og það að hér eftir sætu 25 einstaklingar sem að þyrftu að fá þjónustu helgar. Ég held persónulega svona horfandi á þetta sem svolítið afvorandi en grafhúsbúi að hér hafi borginn og borgarfulltrúar og fleiri verið aðeins og fljótir að og við þekkjum þetta svolítið vel í Grafvogi og það lefur mér að nefna úthverfunum þegar að kemur að því að skera niður eða jafna þarf eins hjá öllum þá snýr það okkur en svo er oft til einhverjar sérlausnir aðnarstaðar og svo tekur bara lítið dæmi og hefur verið frítt kaffi í Vesturbæjarlaug meðan að annarstaðar allir aðrir þurfa að borga fyrir það og ég get farið svo sem í dýrari hluti. Ég held að allir megi bara taka þetta til sín og endurskoða þetta og koma svo af því að hér var að vera að tala að taka matinn af gamla fólkinu. Hér er náttúrulega verið að skera þjónustuna en ég segi opnum mötuneytið, matsalinn og þjónustuna aftur fyrir gamla fólki helgar í Grafvogi. Takk fyrir. Trausti Harðarson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og andsvar.
Heiða Björg Heilmisdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, mér þætti í ljósi þessara ræðu borgarfulltrúa Trausta Harðarsonar að fá að vita hvort að hann þá til í að hvort hann að leggja til hér að það verði þá einungis opnað fyrir máltíðaþjónusta í Grafarvogi en það standi þó ekki íbúðum annarra hverfa í borginni til boða, sem að við eigum að vera að mismuna eldri borgurum eftir hvar þeir búa, hvort að það er tillagan og hvort að það er það sem að borgarfulltrúanum finnst vera ráðlegt. Borgarfulltrúi Heiða Björg Heilmisdóttir hefur lokið að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég er nú eiginlega bara mælendaskrá því að ég gleymdi að gefa merki að ég vildi fara í andsvar eins og gerist víst ansi oft. Þannig að mér langaði bara, ég hef gleymt hvað var það nú sem ég ætlaði að segja? Það var nú er það alveg dottið úr mér. Já, það var eitthvað. Já, hvað var það? Haldið áfram. Herðu, ég þarf að sittast aftur til að komast í punkti. Jæja, borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þá, já, borgarfulltrúa að róa sig. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu mikið en það er auðvitað mikilvægt að við fáum fram í þessu máli, auðvitað þarf að finna einhverja lausn á því hvernig eða það þarf að finna í raun og veru og ákveða með hvaða hætti þjónustan á að vera og hver þjónustustigið á að vera. Það skiptir auðvitað máli hvar ábyrgð liggur, hvaða ábyrgð í þessu tilviki liggur hjá leigusalanum sem er Eir og hvaða ábyrgð liggur hjá borginni og svo framvegis. Líka spurning bara hvernig við viljum haga því til dæmis ef sér þjónusta veitt á einum stað sem er ekki í öðrum hlutum borgarinnar á einni félagsmiðstöð en ekki annari. Eigum við þá að rukka sérstaklega fyrir það, hvað með þá sem ekki hafa efni á því að kaupa aukaþjónustu fyrir mikið fé. Þetta eru allt spurningar sem við þurfum að svara. Nú, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, hann kom hér upp og kvartaði mikið yfir því að það vantaði efnislega umræðu málið, en það var ekkert sem hann færði fram sem var efnislegt, ekki neitt. Og það er auðvitað tvískinnungur að gera þetta. Við erum auðvitað sem erum hluta af þessum meirihluta hér í Reykjavík, við erum að sjálfsögðu mjög ánægð og glöð með það þegar við fáum hvað ég var að segja input bara svo ég sletti frá fulltrúum minnihlutans og ekki síður að það sé svona virt eftirlit með því sem við erum að gera. Þannig að það er auðvitað svona ákveðin dýnamík sem hefur skapast í þessu lýðræðissamfélagi sem við búum í. Þannig að
Þannig að við verðum auðvitað við verðum öll í raun og veru að axla þá ábyrgð sem okkur ber. En það sem í raun og veru aðeins ósvarað hér og við höfum ekki kannski komist alveg að niðurstöðu er hvernig nákvæmlega við viljum halda á þessum málum nákvæmlega með þessar matarþjónustu helgar. En eins og borgarfulltrúar Heiða Björg Hilmisdóttir og Magnús Már komu hér inn á að þá auðvitað verið að vinna að úrlausn þessa máls sérstaklega þarna í Grafarvogi og við bindum auðvitað vonum við að þar fáum við fram einhverja farsæla tillögur sem að við getum svo tekið afstöðu til. En ég ætla ekki að hafa það lengra sinni. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá er Áslaug María Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar, leið og ég labbaði hérna, nokkuð skref myndi ég hvað ég ætla að segja hérna þegar ég stóð hér síðast. Það er alveg furðulegt með minnið. Mig langar að þakka fyrir umræðuna og þó mér hafi nú ekkit líkað allt sem fram kom, þá fannst mér nú ágætis ræða hér hjá borgarfulltrúa Sigurði Birni Blöndal, þar sem hann talar í raun og veru bara það sem skiptir öllu máli og það er að finna farsælar lausnir. Það er að halda áfram að vinna, það er að geta tekið gagnrýni. Það er að geta hlustað á og ekki fara að einhvern veginn að maka því út í bæja og einhverja aðra. Hlusta bara á gagnrýni notendana. Við eigum auðvitað að hafa málsmeðferðina þannig að þegar við erum að breyta þjónustu eins og þessari, að fólk fái að segja sínar skoðanir og þær berist til okkar áður en endanleg niðurstaða tekin. Annað eru bara ekki góð vinnubrögð. Mér heyrist nú alveg svona vera einhver svona skilningur, jafnvel að borgarbúar, þeir sem núna búið við skerta þjónustu, megi búast við að eitthvað muni breytast. Allavega að það verði skoðað og leitað einhverja lausna, heyrist mér. Og svo sem eins og fram kom, velferðarráð var búið að óska eftir frekari upplýsingum, jafnvel þó svo að skerðingarnar hafi tekið gildi og notendurnir fái ekki að njóta vafans áhrif skerðingarna, heldur bara þurfa þá að bíða við skerta þjónustu meðan fjalla verður þetta lengra inn í veturinn. Það sem mig langaði að koma hérna að áðan var aðeins það sem framkom hérna í máli borgarfulltrúar Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, þar sem hún spurði borgarfulltrúa Trausta Harðarson hvort að hann væri til í bara að hafa opið á matarþjónustu í Grafarvogi. En vill hún þá ekki bara spyrja sig sjálf hvort að hún sé bara til í að hafa matarþjónustuna fyrir fólk sem býr nálægt Vitatorgi. Því það er það sem þið eru að leggja til. Þið hafið nú ekkert meiri áhyggjur af jafnræðinu en svo að tillagan nær til lokunar á öllum stöðum nema á Vitatorgi. Og leiðréttið mig bara ef ég er rangt fyrir mér, þannig ef ég allavega að skilja það. Ég held að það sé tillagan og endanleg niðurstaða meirihlutans. Þannig að ég ætla ekki að hafa það lengra. Mér finnst bara bara leiðilegt að heyra svona tóninn hjá sumum, þar sem einhvern veginn verið þar sem fólk vill ekki taka svo ábyrgðum. Mér finnst það alveg ofboðslega leiðilegt að heyra þetta. En að bara annars vegar, mjög jákvætt að heyra að allavega þá er til vilji hjá sumum og að skoða og leita lausna og ákveða ekki að þetta sé bara einhver tilbúningur í þeim sem að þykir ekki nógu vænt meirihlutann í Reykjavík en ekki áhyggjur fólks á því hvort við séum að skerða þjónustu sem við ættum jafnvel að vera að finna lausnir og byggja eitthvað upp. Því að það er það sem blasir við okkur í framtíðinni, að þarna verður álagið. Takk fyrir.
Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans og við byrjum á Heiðu Björg Hilmisdóttur. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, svo það komið skýrt fram, þá fullur hugur í meirihlutanum og velferðarráði öllu, tel ég, að huga vel að málefnum eldri borgara nú sem áður. Það unnið samkvæmt stefnu málefni eldri borgara, aðgerðaáætlun sem gerð var í framhald af því. Nú erum við með öldungaráð, við erum með samráðshóp þjónustu við aldraða hjá borginni og við erum að vinna að þessum málum á margvíslegan hátt og viljum gera það vel. Og ég held að það hef ekki komið fram í máli hjá neinum hér að það sé ekki vilji til þess. Ástæðan fyrir því að opið einungis á Vitatorgi helgar vegna þess að þar framleiðslu eldhús borgarinnar og ég gerir ráð fyrir því að það væri einhvers staðar annars staðar staðsett að það væri opinn matur þar. En mér finnst líka ágætt að það sé opið á einum stað og að það sé tiltölulega miðsvæðis. Þannig að hugsanlega mætti það vera á einhverjum öðrum stað. En þetta bara af því, svarið sem ég hef fengið bara einfaldlega af því að þar eldhúsið og þar tiltölulega auðvelt að þjónusta. Þetta svona frekar sérstök umræða og mér leiðast yfirleitt svona stór orð. Mér finnst mikilvægt að við bara einhendum okkur í það að finna lausn á þessu máli. Ég treysti bæði fulltrúum velferðarsviðs, íbúum Eyrborgar og starfsmönnum á Eyr til þess að finna góða lausn á þessu máli. Ég held að sé enginn að gera lítið úr því að þetta erfitt fyrir þá 20 einstaklinga ef ég hef réttar upplýsingar sem að kjósa að fá þjónustu við að matast helgar en fá hann ekki núna. Það hefur ekki náðst lausn í það mál á þessum 3,5 mánuði sem þau höfðu til þess að finna lausn á þessu en vonandi gerist það núna. Og vonandi getum við náð að ræða þetta svolítið meira efnislega á fundi með öldungaráði í febrúar. Þá getum við kannski meira hugað að því hvernig þjónustu við viljum sjá og hvernig við viljum að þjónustan þróist til framtíðar. Ég held að það færi bara mjög vel að því og að við reyndum að spara stóru orðin og yfirlýsingar aðra og reyndum að halda okkur svolítið við efnið og framtíðin og hvernig við viljum sjá málaflokkinn þróast. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson. Bara ítreka þetta og þetta svo mikilvægt fyrir þá sem að fylgjast með okkur, sem alltaf þó nokkurir, þó klukkan sé að orðin þetta margt. Frú forseti, gleymd að ávarpa því hér upp að starfskonur því. Að í tilfelli Eyrar þá verið að leita lausna, búið að opna fyrir þetta samtal með íbúum, með fulltrúa frá Eyr og frá borginni. Hvað aðrar félagsmiðstöðvar varðar ekki þetta útilega neitt hvað gerist í framtíðinni, en þetta staða núna. Þetta kostar 6 milljónir í Grafarvogi og má áætla að ef þessi þjónusta væri veitt á öllum stöðum, félagsmiðstöðunum, færi kostnaðurinn upp í 90 til 100 milljónir á ári. Ég veit ekki hvort ég skildi orð borgarfulltrúans rétt að hvort hún var að gera athugasemd við það að það væri opið á Vitatorgi þar sem eldhúsið er staðsett og einhvern tímann sáum við tölur það að það væri mjög lítill kostnaður sem fylgdi því að hafa þar opið af því að maturinn væri framleiddur í sama húsi. Borgarfulltrúin að leggja það til að við lokum þar eða borgarfulltrúin og það stefna hennar flokks borgarfulltrúans að þessi þjónusta sé veitt helgar á öllum þjónustumiðstöðum og þar með útgjöldin sem því fylgja. Borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir andsvari.
Það sem að, þetta nú einfalt, það eina sem ég var að benda á er að borgarfulltrúinn var hér að einhvern veginn að tala að öll ákvörðun þessi byggð á jafnræði og hún hefur svolítið verið borin fram þannig. Hins vegar ekkert jafnræði í þessari tillögu. Þannig að það svolítið skrítið að vera að nota það. Þetta kemur ekkert okkar stefnu við og nei, það ekki, við myndum ekki vilja það. Svo það sé alveg skýrt. Það bara skrítið að vera einhvern veginn að tala jafnræði í einu hverfi á meðan tillagan fjallar ekki það Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið að svara andsvörum, þá andsvörum lokið og Trausti Harðarson næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, að sjálfsögðu viljum við hafa góða þjónustu við alla. Þarna var búið að opna þjónustu, framkvæma þjónustu, veita þjónustu. Fólk ánægt með, margir háðir að hafa þessa þjónustu. Ég á því bara, ítreka aftur að við höfum bara verið of fljóti í þessu máli og ég held að dæmin sanna það að þessi meirihluti borgarstjórnar hefur stundum verið of fljótur á sér og kannski maður nýti tækifærið og rifja upp einhver mál eins og setja viðskiptabann á Ísrael eða fara með flugvöllinn hægri vinstri fram án þess að það sé allt tilbúið. Ferðaþjónustu fatlaða yfir í strætó. Þannig að ég get ekki alveg treyst meirihlutanum bara að þetta hafi verið fullkomlega rétt ákvörðun og ég held bara að allir sem hér eru ættu bara að vera saman í að skoða þetta betur og þá ég heyrði nú ekki alla ræðuna hjá borgarfulltrúa Björn Blöndal með þetta endurtekninguna sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir hafði, þá leist mér bara vel á það að fólk væri að vinna í þessu. En það vakti samt athygli mína þegar að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir kom hér upp og benti nú á það að það náttúrulega helgarþjónusta á Vitatorgi og það náttúrulega almenningsþjónusta og það eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir benti á, það í samræmi og ég kíkti nú hérna á Hagstofuna, það eru nákvæmlega jafn margir í hverfi 101 og 112 sem eru fallið í þessa aldursbil. Þannig að ef þetta á að vera samræmt þá ættum við bara að fara að skoða almennt hvort við opnum ekki bara svona þjónustu á fleiri stöðum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Trausti Harðarson hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræður lokið. Borgarfulltrúar hafa boðað hér bókanir, vænti ég. Við förum í 9. lið á útsendri dagskrá.